Skömmu fyrir landsfund Sjálfstæðisflokksins í mars tilkynnti Davíð Oddsson, þáverandi borgarstjóri, að hann gæfi kost á sér til formennsku í flokknum. Mikill titringur var í röðum sjálfstæðismanna vegna framboðs Davíðs gegn sitjandi formanni Þorsteini Pálssyni. Friðrik Sophusson kynnti úrslitin. Þorsteinn Pálsson hlaut 651 atkvæði eða 46,9%. Davíð Oddsson hlaut 733 atkvæði eða 52,8%. Tveir hlutu 1 atkvæði hvor, 2 seðlar voru auðir. Davíð Oddsson telst því vera réttkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins. Það kannski öðruvísi útfærsla, öðruvísi framgangur. Það einhvern tveir menn eins. Ég held að þessar nýju aðstæður í íslenskum stjórnmálum og reyndar í stjórnmálum á alþjóðavettvangi gefi svona frjálslyndum flokki eins og Sjálfstæðisflokkurinn alveg ný sóknartækifæri og hann þurfi að breikka ímynd sína og það sé vegurinn til þess að ná meirihluta á Alþingi sem ég held að hafi verið innan seilingar. Friðrik Sophusson var kjörinn varaformaður að tillögu nýs formanns sem var að vonum forvitinn framtíð sína og leitaði á náðir spákonu í beinni útsendingu á Rás 2 daginn eftir. Nú þá var að sjá hvað lofa sér. Það er mikið vinnaframdag hjá þér. Þú hlýtur að fara í forsætisráðherrastólinn í vor. Þú segir nokkuð. Davíð hætti sem borgarstjóri í Reykjavík og við tók Markus Örn Antonsson, þáverandi útvarpsstjóri eftir átök í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðismanna hver ætti að taka við. Áður hafði Davíð Oddsson lýst yfir að eftirmaður sinn yrði úr borgarstjórnarflokknum. Einkum var rætt Árna Sigfússon, Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, Katrínu Fjellsteð og Magnús L. Sveinsson, en samkomulag var ekki neitt þeirra. Markus Örn hvatti starfsmenn Ríkisútvarpsins 14. júlí og fékk lyklavöldin í Reykjavík morguninn eftir. Einhverjar breytingar, ég vona að það verði, það á svo að vera að mínu mati, þegar mannaskipti verða með þessum hætti. Þáverandi borgarstjóri Davíð Oddsson lagði hornsteina ráðhúsi í Reykjavík 28. apríl. Þá var talað að húsið myndi kosta 2,7 milljarða króna fullbúið. Í september varð ljóst að kostnaður yrði ekki undir 3 milljörðum. Minnihlutafulltrúar í borgarstjórn sögðu kostnaðinn orðin 100% umfram upphaflega áætlun, en Davíð Oddsson sagði hann 26% umfram endurskoðaða áætlun sem væri ásættanleg. Deilur ráðhús hurfu hins vegar í skuggan af Perlunni sem var opnuð í júní. Næstu dag og eftir flykktist mannfjöldinn í Perluna til að skoða. Álag á lyftuna var orðið svo mikið að hún stöðvaðist á milli hæða. Neyðarhnappar virkuðu ekki og hópur fólk sem átti dúsa þar drjúga stund þreytt og illa haldið. Tilfinningin var alveg rosaleg, sérstaklega við vorum orðið það var svo heitt inni og ég var alveg orðið gegnum blautur að svita. Og börnin voru fann að kúast, eitt lítið barn ældi og eins og eitt litla barn sagði þegar við vorum að bíða, mamma, deyjum við hérna. Kostnaði við Perluna fór 300 milljónir fram úr áætlun á árinu. Minnihluti borgarstjórnar sagði þetta staðfesta að stjórnsýsla í borginni væri í molum. Hitaveitustjóri var spurður hvernig svona geti gerst. Ég á enga skýringar á því, ég skil bara ekki hvernig svona geti gerst. Er það ekki þitt sem hitaveitustjóri að sjá til að svona gerist ekki? Vissulega það er það nú yfirleitt. Og þarna kemur þetta bara mér eins og öðrum í opna skjöldu. Það gerist ekki eftir. Borgarstjóri tilkynnti í framhaldinu að borgarendurskoðun myndi gera stjórnsýslu og fjárhagslega endurskoðun á starfsemi Hitaveitu Reykjavíkur. En svipað leyti var samþykkt að heimila Hitaveituna að taka 450 milljón króna lán vegna minnkandi vatnssölu.